Já, komið í sæl og blessuð og velkomin í Bridge-þátt samstöðarinnar, þátt sem við reynum að hafa á dagskrá aðra hverja viku. Við höfum leitast við að svona kynna fyrir ykkur ýmsar hliðar Bridge-lífsins. Við erum ekki bara að tala keppnisbridgeinn eða sterkustu spilarana. Við vorum hérna síðast með nýliða sem að skemmtilegar sögur frá þeirra viðkynningu og ég vil bara taka undir það sem kom fram hjá þeim að fyrir ykkur sem eru stundum að velta því fyrir ykkur hvort þið hafið erindi inn í bridgeklúbbana endilega látið vaða. Þau ræddu það mikið, þessi systkin, þessi nýliðar, hve vel hefði verið tekið á móti þeim. En í dag eru 3 góðir gestir. Þeir eru Gunnar Björn Helgason hjá Bridge-skólanum, velkomin. Já, takk. Matthías Imsland, þú ert framkvæmdastjóri Bridge-sambands Íslands, vertu velkomin líka. Og Magnús Eiður Magnússon, landsliðsmaður í Bridge og Bridge-kennari. Takk. Gaman að sjá ykkur alla. Takk sem leiðis. Við ætlum að ræða kannski tímamót, Bridge sem rafíþrótt. Við ætlum að ræða vetrastarfið framundan. Matthías, þú ætlar að leiða okkur í gegnum það. Og bikarkeppnina og ég held við þurfum líka að ræða Bermuda heimsmeistarakeppnina í Bridge sem að ég veit að þið hafið verið að fylgjast allir nokkur náið með síðustu daga. En kannski rétt að nefna það að þessi þáttur tekin upp á 50dags morgni. Í dag 28. En þátturinn fer ekki í loftið fyrir en á sunnudag og þá verður komið á daginn hvaða land varð heimsmeistari í Bridge. Þannig að það sem að við segjum hér, að því ég ætla að fá það til þess að spá, þið takið nótis af því að við erum hér að velta vængum yfir þessu á 50dagsmorgni. En já, Gunnar Björn, hver verður heimsmeistari í Bridge? Ég nú vona að veri Svíþjóð að Danmörk. Já. Svona að veri Norrlanda þjóð. Já. Þetta eru 4 lið sem eru í pottinum en núna. Það eru Svíþjóð, Danmörk, Belgía og Bandaríkin 1. Bandaríkin 1. Já, ég veit. Ég held með Danmörku, sko. Já. Er það ekki vel gert, Matthías, að Norrlanda þjóður eigi 2 fulltrúa í síðustu 4? Jú, mjög svo. Það er náttúrulega kannski líka sérstaklega gaman að sjá Danina. Að því Danirnir komu svona sem gestaþjóð inn í mótið. Að því þeir komust ekki áfram gegnum Evrópu-úrtækið, sko. Já, það var þannig. Og það er líka gaman að sjá með Danina hvað þeir hafa í raun og veru gert þetta vel, sko. Þeir eru með gott líð og svo eru þeir með þarna unga skemmtilega stráka og Danirnir hafa leyft þeim að taka mikið þátt, þeir hafa leyft þeim að gera mistök, fá reynslu og alveg, maður finnur það þegar maður er að horfa á danska liðið og milli leiki og svona hvað er alltaf mikil stemning hjá þeim og svoleiðis að svona, mér finnst mjög góð ára með dönunum, svoleiðis að ég er nú eiginlega sammála Gunnari Birni, sko, ég held nú dálítið með þeim en þeir eru að spila við Svía núna í undanúrslitunum og ég held að Svíarnir sé nú líklegir til að vinna það, sko, en Svíarnir eru svo svakalega stabílir, sko, að kannski ekki jafn gaman að horfa á þá spila eins og Danina en svona til lengri tíma og kannski er árangursríkara. Já. Hverju spáðir þú, Magnús? Þetta verður Svíþjóður heimsmeistari, Bandaríkin í öðru, Danir í 3. og Belgar í 4. Já. En ég held að það sé hálfgjör úrslitaleikur núna milli Svía og Dana. Já. Ef að Danir vinna það, þá held ég bara svona stöðuland. Já. Að þá klárið þeir þetta bara svo við gerum 91. Já. En ég ætla að spá núna, þá verði ég náttúrulega að spá mínum mönnum í Svíþjóð. Ég náttúrulega bjóð þær í 6 ár. Var með þessum mönnum í sveit, þannig að ég fyrir nú alltaf að spá á móti þeim. Nei. En svona á blaðinu þá er þetta líklegast, myndi ég segja, að Belgarnir fari að stoppa. Já. Þeir eru búin að vera í svaka stöðu undir Ítali núna í 8 úrslitum. Stórt. Já. Þannig að Svía vinna þetta.
Ítalir voru svolítið langefstir eftir fórkeppnina og þeir velja sér að þeir telja veikasta andstæðingin og svo bara eru þeir raskjaldir. Já, sko það var mjög skemmtilegt að fylgjast með belgónum, sko. Manni fannst einhvern veginn, þeir dötti einhvern svona stuð í riðlakeppninni, en svo einhvern veginn hélt manni að þeir verið sprúnir. En svo, eins og þú segir, sko, svo tóku þeir bara Ítalina sem voru svona langt besti lengi vel í riðlakeppninni, tóku það bara alveg á raskelt og unnaða með 100 impa mun, sem ekkert smá munur. Nei, nú eru þið báðir búin að nefna stuðið, Gunnar Björn. Er þetta alltaf einhverju leyti spurning stemningu? Er andlega hliðin alveg krúsjál svo maður sletti í þessu? Já, sérstaklega konar þarna. Þá getan svo mikil, sko, að allt svoleiði sem með þér, það hjálpa til. Og ef þú lendir í einhverju smá mótlæti og lætur það að fara í taugarnar þá ertu náttúrulega að gefa andstæðingunum svaka fórskot. Já. Aðeins áður en ég rukka einhverjum gæði þess brits sem að hefur verið spilaður, því að við fylgjumst með þessu í beinum útsendingum á netinu og getum lagt svolítið mat á það hver gæði britsins eru. Þá nota tækifærið af því þú ert Maggi. Þú náðir að komast í 8-liða úrslit fyrir hönd Íslands 2011. Jú. Já. Hvernig reynsla var það? Það var dálítið, það var nákvæmleins fyrirkomulag, sko. Það voru 24 þjóðir og allir spiluðu alla og 8 fóru áfram. Já. Og ég man eftir þessu að við vorum í síðusta leik, þá við varum búin að ströggla eins, ég og Bessi, ég var að spila makka með þar sem ég spilaði í dag. En Jón og Láki voru búin að vera rosalega góður. Og við vorum í 8. sæti og við þurftum að fá, sko, í síðasta leik þurftum að fá svona eitthvað smá sigur til þess að tryggja okkur áfram og svo gerðum við það. En það var til þess að það var spilað með svona carry-over, sko, knockoutinn. Já. Og Holland sem sagt vann riðlakeppnina og völdu okkur og byrjuðu með einhverja 14-16 impa. Ég manu ekki, þetta er langt síðan, þetta eru 14 ár síðan, en þeir byrjuðu allavega með smá fórskot og töpuðu þeim leik. Og ég ræddi aðeins við þá, sko, því að 2 árum áður á Ólympíuleikum þá höfðu við mætt þeim líka og algjörlega rústuðu þeim, þannig að þeir vildu nú helst ekki velja okkur. Nei. En það var bara eiginlega ekkert val hjá þeim þarna, þegar ég heldur hefði bara verið með 0 eða mínus á móti hinum 3 þjóðunum sem þeir máttu velja. Já. Þannig að þeir völdu okkur og svo unnu þeir mótið. Á heimavelli. Á heimavelli, þetta var í Hollandi, sko. Það var svaka stuðan þar. Já, það var svaka stuðan. Var þriðja parið líka í liðinu þarna? Eða voru þið bara töpurinn, Jón og Láki? Já, þetta var... Já, ekki alveg Bjarni með ykkur. Þetta var mikið drama kringum þetta allt saman. Evrópuliðið var ekki sent á Bermudaból og það verður nú vonandi aldrei gert aftur. En þetta var svona, það var margt gott þarna, en við náðum ekki alveg að fá upp stuðið. Þú veist, ef þú vinnur eina leik, þá ertu náttúrulega komin í 2 leiki viðbót, því þú fyrir undanúrslit, þá keppur líka 3. sæti og tapir undanúrslitum. Þannig að þetta var alltaf mikilvægt, sko, að vinna þennan 8 úrslitaleik, en við áttum eiginlega aldrei séns í þessum leik, sko. Nei, en dýrmætt reynsla og þú er alveg til í að endur upplifa þetta, er ekki? Það er það sem við stemdum að fyrir 4 árum, þess að ekki þetta, en kannski þetta var alltaf vonin, en að næsta Bermudaból, að Ísland myndi vera þar. Það er að sjá til. Já. Var Anton Haraldsson landsliðsfyrirliði þetta árið? Nei, Björn Eysteinsson. Björn Eysteinsson, já, einmitt. Jón Baldursson og Þorlákur Jónsson. Já. Ég og Sigurbjörn. Já. Og Bjarni Hólmar Einarsson og Aðarsteinn Jörgensen, þetta var liðið. Já. Þetta er 2011. Það er sem sagt 20 árum eftir að við urðum heimsmeistarar. Já, en sko, já. 2031 væntanlega næst. 91, 2011, 2031. Matthías, ertu búin að leggja drauga því? Já, sko, það náttúrulega þannig að við gerðum okkur svona langtíma markmið og
og nú reynir á hvort að þau gangu upp eða ekki. Menna þess að það Evrópukeppnin spiluð í Ríga í Lettlandi á næsta ári og þar þurfum við að komast áfram til þess að komast á Bermudaból og þess þegar við lögðum á stað þessa vegferð var það markmiðið að komast áfram á því Evrópumóti. Svoleiðis að það bara núna á næsta ári í mánaðamótin júní, júlí þá kemur í ljós hvort að þessi markmið hafi náðst eða ekki, svoleiðis að vonandi. Hve margar Evrópuþjóðir eiga sæti? Það eru 8 sem fara áfram og svo náttúrulega eins og núna þá kemur þarna auka þjóðin sem gestgjafar. Svoleiðis að það koma í raun og veru 9 þjóðir í gegnum í raun og veru þessi Evrópu úrtækið. Já, spennandi. Gæði þeirra spilamennsku sem við höfum séð á internetinu undanfarið. Ég nú ekki í sama klassa á Maggi en sko mér hefur fundist þetta að vera ansi vel spilað á köflum, ég var nú að segja það. Er það ykkar mat líka? Byrjum á þér. Já, þetta svona já, náttúrulega þetta eru bestu spilar í heimi. Þeir eru spila nokkuð vel. En svo þetta þegar líða fyrir á sko, þá verður spilamennskan kannski aðeins dabrari sko, þegar menn fara að verða þreyttir. Já. Þannig að það þarf ekki endilega að vera til þess að úrslitaleikurinn verði það vel spilaður sko, en maður veist það gæti haft áhrif sko, hvað er komið mörg spil á bakvið. Maður har oft séð það í mótum að úrslitaleikur er ekkert svakalega vel spilaður sko. Nei. Ekki, sko þá erum við að tala gæði þeirra spilara sem að spila þar sko. Veist, á þeirra mælikvarða það kannski ekki nógu vel spilað. Nei, það er náttúrulega komað aðra breytur eins og spennustíð og allt þetta. Hvað finnst þér, Matthías? Já, sko, mér þótt þetta mjög vel spilað og það sem hefur komið náttúrulega skemmtilega óvart í raun og veru sko hvað þessar þjóðir sem hafa svona talist lagari sem hafa verið að koma þá í raun og veru frá í raun og veru öðrum sónum heldur en Evrópu sem hafa kannski bara verið fallbyssufóður. Þær þjóðir hafa verið að stígu upp. Þær hafa verið að taka óvænta sigra. Keppnin er jafnari heldur en ofta. Já, og það einhvern veginn ekkert að ganga neinu vísu. Og það sem maður sér náttúrulega líka að þegar líður á mótið. Maður sá svona fullt af þjóðum, sko Túnis byrjaði allt í lagi, svo náttúrulega hrundiði niður þegar leið á, Kórea byrjaði vel en hrundi niður og það er bara þannig að þessar sterkustu þjóðir sem eru með þessa atvinnumenn sem ger ekki neitt annað þeir spila bara bridge og það er bara svo mikill munur á meðan við til dæmis við erum með lið þar sem bara fólk er bara vinnandi á daginn og við erum erfitt með að senda lið á æfingamót og eitthvað bara út af því að það er fjárhagslega erfitt og við erum í þessum toppliðum sko, þar eru bara menn sem eru bara vanir því að spila og spila og spila þurfa ekkert að ágera þessu og þá kemur ljós á þessu löngum út og þú kannski að spila 10 daga, allan daginn og þá er bara muna miklu þeir eru bara eins og maskínur bestu spilararnir einmitt út af þessi umgjörð og fleira sem er í kringum þetta kemur ekkert að sjálfur sér meðan maður hefur séð það til dæmis eins og með Ísland á þessum mótum, við höfum verið að gefa eftir til að líður á móti og það er bara út af þessu við hefðum í drauma heimi þá þyrftum við að eiga svona meiri atvinnumennsku meðal spilara bara til þess að þeir hefðu þetta úthald til að keppa. Maggi, sko við höfum stundum talað það þegar við fáum bestu erlendu pörin hingað til lands á ofurmótið rétt fyrir bridgehátíð og oft taka þau pör eða yfirleitt líka þátt í bridgehátíð að sagstíllinn og sagnir séu kannski komin sá þáttur sé komin skrefinu lengra heldur en hjá okkur á Íslandi. Hefur þú dæmis í þessu móti hefur þið fundist eins og að sagtæknin sé að jafnaði fremri bestu spilurunum í
í keppninu Bermúdaskálina heldur en svona þeir bestu að hampa hér? Þetta rosalega svona landbundið sko, það eftir hvað, svo til þess bara með þetta part spilsins sem munur á Dönum og Svíum, þá eru þeir alveg rosalega teknikal Svíjarnir, öllu sem þeir gera, ræddir í ótrúlega stöðum, Danir meiri bara svona, þú veist, frekar einföld kerfi og svona, þannig að það svona, mér finnst það hefur ekkert, og Bandaríkjamenn þeir spila ekki flókin kerfi og þetta eru svona Svíjar, Hollendingar. Þannig að það hægt að ná langt á þess að þú sért svona... bara vel ræddur í ýmsum stöðum sko og sért ekki að lendi í mikið af misskilningum hvað dopp þýði hér og dopp þýði þar og svona. Já, var ekki sagt Dani að þeir eru Evrópumeistarar í fótbolta að þeir voru eina liði sem að makarnir voru leiður og svo fengu þessi bara bjóra með leikja. Já, og smóki hálfleik. Smóki hálfleik. Já, bara þannig að þetta finnst mér svona dálítið svona kultúrvæst munur sko. Ég vil ekki segja að það væri ekkert eitthvað stór munur á þessu sko. Nei. En þessu svo Matti var að koma inn á sko, þá þetta svo mikið rútína. Já. Og þegar þú ert að spila allan heim, á mótum allan heim og ert vanur þessari pressu og svona sko, það bara, við bara erum ekki með þennan pakka því miður sko að Aðeins áður en við yfirgefum þessa umræðu að koma inn á að það eru þarna nokkrir ungir spilarar sem hafa ekki athygli. Þú kannski segir okkur frá því, Maggi, hverjir eru svona bestir framtíðar stjörnur og þegar orðnir það ungum spilarar? Já, sko, Danir eru með unglið, með eitt par þarna svona aðeins eldra og einn mjög ungan, Larmann. Bildið þetta og Sjálds, þetta náttúrulega... Sjálds kringum 45. Hann það gamall, já, ok. Já, 40. Svo eru Svíjarnir með týpura, Rimstedt. Þeir eru náttúrulega 2 systur líka sem eru að keppa líka þarna fyrir hönd Bandaríkjanna vísu. Já, bara ein fjölskylda dominerandi. Já, og pabbi sko, ég spilaði hann hérna í gamla dag á Norrlandamótum sko. Þannig að þetta ég myndi segja að já, það sérstaklega í Skandinavíu, Danir og Svíjar, svakalega efnilega spilara. Normenn. Og Normenn líka. Já, einmitt. Það eru kannski vonbrigði mótsins eða mesta undur mótsins að Normenn hafi ekki komist í áttalega. En hvernig býr maður til Kristján Larmann, Matthías? Já, sko, eins og svo tilfinning sem ég hef haft með Danina það sko að Larmann hann gríðarlega viltur. Hann er rosalega frjóspílari og Danir einhvern veginn sko, mér finnst sko hann alltaf með þessa toppspílari í kringu sig og þeir þarna sjá þeir einhvern strák sem bara alveg ótrúlega efnilegur og ég upplegaði þannig að það sé bara búið að leyfa honum að gera öll mistök, það bara búið að leyfa honum að hlaupa sér hornin og það bara í raun og veru ennþá að gerast að þeir að leyfa honum að hlaupa sér hornin svoleiðis að ég upplegaði bara dálítið þannig sko, bara Danir hafi bara séð þarna í rauðu bara með svona einhvern alveg ótrúefnilegan við ætlum bara að taka hann inn strax og svo ætlum við bara að leyfa honum að hlaupa nokkur svona á veg. Ég hef líka lesið að hann hafi kannski ekki gert neitt annað en að spila bridge síðust ár, bara ekki neitt. Nei, hann náttúrulega hefur mætt hérna til Íslands á öll mót sem eru í boði og það stundum sko að horfa á hann melda í spilinu sko maður steinhissa sko en hann ótrúlega frjór. Já. Getum við þjálfað upp úr íslenskri bridge-æsku einhver svona síni ef við komum auga á þau? Hefur við svona slettið resursa í það? Sko fjárhagslega væri það mjög erfitt en við gætum það sko það alltaf kemur alltaf reglulega ykkur efni viður en það þannig til dæmis eins og með sko danska sambandi standa mjög vel fjárhagslega og það þannig sko flestir þessi samband út allan heim að þau hafa verið að gefa eftir og maður sér það bara til dæmis eins og í þessum liðum að þau eru meira og minna sponsoruð og það bara í mjög fáum tilvikum sem samböndin að borga í raun og veru sko inn í þetta afreksstarf
En Ef ekki nota tækifærið að auglýsa eftir fjársterkum aðalum hérna í innanlands fyrirtækjunum til þess að bara algjörlega leggja en maður sér það til lóð dæmis og vogar skál. algjörlega, en þú sér það til dæmis eins og með Larman að hann bara, eins og þú segir réttilega, hann að spila og hann að fljúga út allan heim og spila á mótum og þetta verður bara, þessi hæfileikar og geta verður bara til úr þessu, þetta verður bara til úr reynslunni, bara gera mistökin og halda áfram og alltaf að spila við toppspilara. Það svoleiðis. Það verður spennandi að sjá hvort okkur tekst þetta markmið sem þið voru að nefna áðan með Brits á alþjóðlegum level. En nú ætla ég að víkja umræðinni að nýju skrefi. Ég nefndi hér í inngangi að Brits sem rafíþrótt væri mögulega að hasla sér völl með eitthvað nýtt í því. Segðu okkur frá því, Magnús. Ég held að þú þekkir það mál best. Já, við erum að fara að setja svona eitt lítið mót í sjónvarpið gegnum raf. Þeir eru með stöð á síminn, ekki rétt? Jú, þeir varpa í raun og veru útsettingunni yfir á sjónvarp Símans, þeir eru með Rástar, rafíþróttasambandið. Já. Og við ætlum að hafa einn leik í viku á föstudögum, ekki Stefán? Jú. Okay. Og þetta verður nú stutt í leikir og þetta svona smá pröfun á þetta og hvað þetta kemur út. Svo ætlum við nokkrir að lýsa þessum 14 spilum. Já, það nú ekki, hann ekki oft sem að maður hefur átt kost á því. Nei, þetta var, ég veit að þetta var gert svona aðeins eftir að við unnum Bermudaból, þá held ég að Guðmundur Páll hérna og mér minni að sagt að Kristján Hauksson hafi verið með honum. Og þá lýstu þau svona spilunum og byggu til ykkur myndbönd, var það ekki? Já, byggu til myndbönd. Svona hálfgerð kennslumyndbönd. Já, en þetta á meira að vera svona bara lýsa þessu, bara að lýsa íþróttum væntanlega, við bara stefnum að því. Í rauntíma, í beinni útsendingu. Já. Og hvenær hefst þessi til sko, ég held þessi föstudagurinn 5. það Seft, þetta bara eftir rúma viku. Og þetta verður bara spennandi að sjá hvernig þetta kemur út og hvert fólk fólk sem er með að gengja símanum að það á að finna þessa stöð þar. Já, ég fann hann alltaf heima á mér. Rafíþróttir. Það var vissu ekki dáinn þá en það var auglýst útsending væntanlega. Þetta er mjög skemmtilegt að fara í þetta samstarf við rafíþróttasambandið sko, vegna þess að þeir eru með þetta stúdíó sem ansi flott og þetta fyrirkomulega þannig sem það verður 8 lið, það verður 8 liða deild og það verður alltaf einn leikur í hverju viku sem verður sýndur og spilararnir, það þá 4 spilarar sem að spila fyrir hvert lið. Og eru þeir bara heima hjá sér? Þeir eru bara heima hjá sér og þetta spilaði bara í gegnum Real Brits sem bara Brits for it og svo grafíkin ofan og þetta kemur frá rafíþróttasambandinu og stúdíóið verður rafíþróttasambandinu og svo verður þetta sendt út í gegnum sjónvarp Símans svoleiðis að þetta getur orðið mjög skemmtilegt og skákin gerði þetta í fyrra og að gera það núna og bara hefnast mjög vel hjá þeim svoleiðis að við erum vongóður að þetta verður bara skemmtilegt. Og þetta eru 14 spiluleikir? Já. Og hvernig veljiði sveitirnar sem taka þátt? Við ákvaðum núna að þetta væri svona bara invitation mót svoleiðis að við buðum í raun og veru 8 sveitum og svo ætlum við að skoða fyrirkomulagið þannig að þessi verði neðstir detti út og það verður annarri sveit boðið inn sko fyrir næsta áður en við gerum þetta en við reyndum núna að hafa þetta svona dálítið fjölbreytt við til dæmis erum með sko tím Austurland og tím Norðurland. Er það hérna einskeifi kísi eða hvað þeir heita? Já. Svoleiðis að það kemur hérna Austurlandssveit og Norðurlandssveit. Það er sveit Frímanns, Stefánssonar. Og svo er það Info Capital og Grant Thornton og svona þessar bestu sveitir. Og svo erum við með sveit sem samastendur svona mestu af svona efnilegustu og sterkustu kvenspilurunum. Svoleiðis að þetta er svona, við erum að fikra okkur áfram þarna og eins og ég segi sko að þetta verður ekki heilagt hvernig þetta var valið og það kann alveg að vera þegar við tökum næstu umferðina það lið sem var í næsta sæti dett út og ykkur ný kom inn og gerum eitthvað skemmtilegt úr því. Þetta er bæði gagn og gaman. Já. Og ég tók svona að mér að velja hennan hóp og það var mjög gaman að hvað allir tóku jákvætt í þetta. Frábært.
þetta er kannski ekkit rosaleg commitment að spila 14 spil í viku en samt sko, þú þarft að gera það. Klukkan hvað er þetta á föstum ef það hafði ekki komið fyrir mig, kannski mistaði? 7. Klukkan 7. Já. Og verða áhorfendur, verður einhver gagnvirkni, geta áhorfendur laumað hugmyndum að ykkur sem eruð þulir eða sjáu þið einir hérna greininguna? Sko, eins og þetta er uppsett núna, þá verðum við einir með greininguna, en það kann kannski að vera að það verði breytt og við tökum einhverja punkta sem er að koma frá áhorfendum, en allan að byrja við þessu og við ætlum að reyna, við erum með mjög góða lýsendur og mjög góða greinendur, en við ætlum að reyna að hafa þetta alltaf skemmtilegt. Já. Við ætlum kannski ekki að vera... Britsur alla. Já, þetta verður kannski ekki einhverja djúpar greiningar sko á einhverju tæknilegum atriðum, heldur átt að vera... En stundum þó. Já, en þetta er fyrst og fremst að vera skemmtilegt. Já. Og það er þannig sem við munum nálgast þetta. Já, en bestu spilararnir, þeir geta átt kosta á að fá flottar greiningar frá þeim sem eru kannski lengst komnir í greinendahópunum, en svo verður líka svona hugaða afþreyingunni og ekki réttmæki. Er þetta ekki einhvern veginn svo leiðis? Já, það er ánægjulegt að segja frá því að einn okkar besti spilari hérna frá upphæðu, Guðmundur Páll, hann er alltaf að vera með okkur í stúdíu og lýsa. Já. Og hann er mjög skemmtilegur, þannig að það verður gaman að hafa hann. Gaman að fá hann aftur á vettvanginn því að hérna ég er ekki halla neitt á Guðmund S.F. Hermannsson þótt ég segi að hérna brittstálkur Guðmundar Páls Arnarssonar áratugum saman var náttúrulega bara besta framlag til brittsins hér landið, þannig að það er æðislegt að heyra hann komin núna inn í þetta aftur eftir svolítið hlé. Þetta verður mjög spennandi og ávinningurinn fyrir sem sagt brittsambandið og bara fyrir íþróttina er hver á þessu stigi? Já, sko, það sem við náttúrulega bara fyrst og fremst að horfa á að þarna erum við að komast inn á nýjan miðil. Já. Okkur finnst mjög spennandi það starf sem er í gangi í rafhjörðarsambandinu. Samstöðun dugir þér ekki einu og sér. Já, þetta er náttúrulega allt annar markhópur. Ég veit það. Og það er þannig sko að hérna til dæmis ég hef mikla trú á því að mikið af þeim spilurum sem er að spila til dæmis þarna í rafhjörðarsambandinu myndi finna sér mjög mikið í Brits. Já. Ég er bara alveg óbyrjandi trú á því, svoleiðis að þetta verður bara skemmtilegt að sjá hvernig þetta samstarf fer og mjög spennandi. Bara mjög spennandi og hérna kannski fyrsta skipti sem að leikmaður eins og ég heyri af einhverju svona aktífu nýsköpunarskrefi í því að prómótera spilið með þessum hætti, þannig að bara til hamingju með þetta, það verður gaman að fylgjast með. Heyrðu, það eru 2 umræðuefni eftir, svolítið liðið á tíma okkar, en mjög gaman að spjalla við ykkur þetta allt saman, en hérna áður en við förum lengra þá ætla ég að ræða mót sem stendur yfir þessa dagana og er svona talið eitt af skemmtilegustu mótum ársins, hvers árs ef maður fer hérna inn á brits.is og kíkir á stöðunni í bikarkeppninni 2025 þá þegar þetta er tekið upp þá voru semst 8 sveitir í bikarnum og einum leik eftir og einum leik er lokið. Frímann Stefánsson vann Gabriel stórt á útivelli. Svo er eftir Betri Frakkar, Gummi og félagar, Infocapital gegn Britsfélagi Breiðholts og Einskeifi Kisi gegn Málingu. Hvenær, Matthías, eru úrslit í þessu? Sko, sérst, undan úrslitin og úrslitin eru spiluð miðjan september. Já. Svoleiðis að það er svona engin pressa á liðin að klára þessa leiki, en þetta er svona einn og leikur sem er að klárast. Já. En þetta mun allt klárast í undanúrslitum og úrslitum þannig miðjan september. Já. Einhverja spár? Gunnar Páll? Já, ég hugsa nú að Infocapital vinni. Já. Og svo sveit sem helst gæti veitt keppni er hver? Það sé ekki Máling, reiknaði með. Já. Sko Máling er að fara á erfiðan útivöll. Núna, það er þannig að þeir, sem stegið maður rétt að þá eru þeir að fara að spila á Austurlandi og þegar
þegar þeir stilla upp sínum besta liði á Austurlandi að þá geta þeir unni hvert sem er. Það þannig. Og ég segi það sko í þennan hóp hérna, má nú ekki tala neitt lengra sko, þá heldur maður alltaf náttúrulega með þeim sko. Það svona gaman þegar lið frá svo Austurlandi sko koma dálítið óvart og það væri gaman að fá þá í undanúrslit. Það væri gaman að fá 2 sveitir frá landsbyggðunum í undanúrslit. Frímann Stefánsson frá Akureyri og Íslendingana. En það líka þannig að Brits hefur alltaf verið dálítið landsbyggða spilamennska. Það spilað út all land. Og þó kannski sterkustu sveitirnar séu á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri, að þá höfum við alltaf séð reglulega. Sunnlendingana, oft með sterkar sveitir og svo við maður að sjá eins og á Britsátíð sko, þá að koma sveitir allstaðar á landinu. Gera þetta alveg skemmtilegt. Ágætt fyrir ykkur hlustendur áhorfendur að veita að það eru yfirleitt tilkynningar það á Britspjallinu og Facebook þegar eða ef leikir fara fram hér á höfuðborgarsvæðinu, yfirleitt í húsnæði Britsambandsins í Síðumúlunum og oft sem sagt tilkynnt þar að það sé að hefjast leikur eða hvenær tilstandi að spila og þá getur verið gaman að koma og kíkja á hérna hvað svona þeir sem eru lengra komnir í spilinu að gera. Það opið aðgengi fyrir áhorfendur alltaf í opna salnum. En tvennt svona í lokinni á okkur, Gunnar Björn, þú ert með Britskólann. Já. Og þið hafið þið hafið séð mjög mikla aukningu í áhuga landsmanna á því að læra brits seinni missir, ekki satt? Jú, við eiginlega höfum ekki undan að því að kenna. Það bara þannig. Þannig að ég ætlaði nú að vera með þetta eitt til að byrja með, en svo bara mætti svo margir að ég fekk Magga til að vera með mér. Já. Hann með mér hérna og aðstofið mér. Já. Og það bara það liggur fullt á hverju einasta námskeið. Þetta magnað. Og ekki nóg með það sko, það ekki bara eitt, það eru 2-3 námskeið sko, byrjendanámskeið á hverju önn og 2-3 framhaldsnámskeið á hverju önn og allt fullt sko. Já. Hvar liggur áhuginn? Hver hinn dæmigerði nýliði sem að langar að spila brits? Þetta kall eða kona á hvaða aldri og hvers vegna? Sko, hinn dæmigerði nýliði kvenmaður sem búinn að koma upp börnum. Já. Það svona kannski vinkonuhópurinn og opnast tími, eitthvað að gera, gaman að koma saman og spila. Já. Þannig að fleiri konur en kallar. Já, það svona 70% konur. 70% konur? Já. Ég hef haldið því fram í þessum þætti, ég held ég hafi haft það eftir einhverjum að einn ávinningur kvenna sem að hafa leitað í þetta mjög aktíft undanfærið að þeim finnst ennþá að þeim sé haldið aðeins niðri í atvinnulífinu og svona að við kallar séum ennþá að það sé kynjamunur og það að taka ákvörðun sem kona, það sé ennþá aðeins meira mál heldur en að vera kall, frekur kall og ég hef heyrt britskonur nýlega að tala að það að læra brits hjálpi þeim að taka ákvarðanir. Já, ég veit nú meina að svo kom nú aðeins inn á pólitíkina sko, þá var nú forseti þingsins að henda í, hvað ekki 71. Fyrstu þegar hún sleit umræðinu. Já, já. Ég vil nú bara þakka Britskólanum það. Hún kom á námskeið hjá okkur og lærði að taka ákvarðanir það. Þannig að ég segi að þetta sé bara beint komið úr Britskólanum sko. Þannig að við horfum á svona Þórun forseti Alþingis. Matthías, þetta var óvæntur vingill. Tekur undir þetta? Sko, já, það þannig sko, við sjáum bara oft á tíðum sko, það eru svona mikla sveiflur sko, það kemur kannski eitt námskeið sem mikið af konum á þessum aldri og svo kemur næsta á einhvern veginn öðruvísi. En það þannig sko að, já, þú veist, það fólk sem svona búið að koma börnunum, þú veist að þetta börnin komin í framhaldsskóla sko, aðeins farið að róast og það vantar einhverja afþreyingu og þá fólk að koma að læra brits, eitthvað svona sem að getur gert með vinunum og fjölskyldunni. Ég algjörlega sammála því. Og svo sjáum við líka sko hvað þetta fjölbreytt sko, við til dæmis höfum tekið eftir því að
það búið að vera svakaleg sprengja í dagspilamennsku hjá okkur. Já. Sem því það sko að fólk sem komið út af vinnumarkaði, að við höfum séð það sérst að við erum með klúbb sem að spila niður í brittsambandi og það bara alltaf pakkað. Og svo annar klúbbur í Grafarvogi og það alltaf pakkað það líka og það í Kópavogi og það í Garðabæ og það í Hafnarfirði og Akureyri og Suðurnesjabæ og hérna svoleiðis að það eru öflugir svona eldri borgaraklúbbur út all land og maður sér sko þarna alveg gríðarleg aukning. Já. Hvar fær áhugasamur upplýsingar ef hann eitthvað veltaði fyrir sér að taka skref, hvað gerir hann? Já sko varðandi kennsluna þá allar upplýsingar námskeiðin inn á brits.is og það nýbyrjað til dæmis nýlega námskeið núna og við munum mjög fljótlega að setja næsta námskeið í sölu. Já. Svoleiðis að fólk gæti skráð sig á það væri mjög gott fyrsta skref að skella sér. Gaman að kenna brits, Maggi? Já. Það bara ágætlega gefandi, myndi ég segja. Já. Ég búinn að gera þetta líka þegar ég bjó í Svíþjóð, það var við danska britskólan. Já. Og þetta mjög svipað þar og hér. Hvað verst helst fyrir fólki og hvað skapar stærsta ævintýrið hjá því þegar þau eru komin yfir ákveðin hjalla? Sko, það kannski, það náttúrulega þetta að byrja svona seint. Það náttúrulega... Já, það betra að læra brits þegar maður ungur. Já, það bara þannig en samt sko, en svo sérstaklega hér sko, þetta svo... Það smá munur sko, maður sér alveg að fólk hefur spilað mikið spil hérna á Íslandi sko. Ég tók mjög eftir í Svíþjóð að það kom bara fólk sem hafði aldrei séð spilastokk. Það bara heyrt kannski á kaffistofunni í vinnunni og þetta var rosalega gaman og ákveða að skella sér og svo bara vissi ekki að kóngurinn væri herra en Gosi og svona sko. Þannig að maður sá alveg ótrúlegustu hluti þar sem ég sé ekki hér sko. Sko ég byrja nú alltaf á námskeiðum sko að hvort fólk hafi spilað ykkur spil það sem tekur slægi og það bara, það hafa allir gert. Já. Það hafa allir spilað vist eða manna eða eitthvað svoleiðis. Hvað finnst fólki skemmtilegast? Það góð spurning. Já. Það sko... Þetta sé ekki svona samblanda félagslega þættinum og þessu rökræna að glíma við þrautir. Og það verða til einhverja nýjar tengingar í heilanum með það að sjá fram í tíman, þessi útilókunaraðferð sem við beitum sko og maður getur yfirfært það yfir á alls konar aðra hluti. Já, svo það líka sko eins og í brits, það þarftu að taka ákvörðun á einhverju tímapunkti í spilinu og þú ert ekki með 100% upplýsingar, þú ert bara með svona, þú veist ekki, þú ert svolítið að taka eins og í lífinu. Já. Þú veist ekki hvernig hlutinni liggja alveg fyrir og þarft svolítið að rökkvið að stökkva. Skemmtilegast að spila í heimi. Svo að maður séð það kannski svo bæti við sko og maður hefur séð það að í viðtölum oft kannski við brittspilara sem svona tilefni ammælis þegar við komum til orðin nýræðið eitthvað slíkt og spurt sko hverju þakkar langlífið. Það bara ótrúlega oft sem fólk segir brits. Já. Af því það heldur bara svo mikið við að heldur hausnum í lagi og það er svo sterkt félagslega svoleiðis að þetta gerir svo margt. Ég ætlaði aðeins að hlaupa á vetrastarfinu framöndan en tími okkar langt kominn. Matthías, þú kannski svona þegar þú sest niður, þú býr til mótaskrá fyrir hvert ár eða ekki? Jú, með mótanefnd. Með mótanefnd. Hlauptu yfir það helsta í stuttumáli og svo tökum við kannski breiðari umræðu það síðar við annað tækifæri. Já, sko það sem náttúrulega lang stæðst hjá okkur og mikilvægast britshátíðin. Já. Og hún verður sérst í loki janúar. Í Hörpu. Í Hörpu og það þannig sérst það búið að opna fyrir skráningu þar og þegar konar 30 eitthvað skráningar að sveitum þar inn sko, það mjög spennandi og svo vikun og undan World Bridge Tour sem þetta ofurmót og það sem svo gaman að sjá það að það var opnað fyrir skráningu þar í síðustu viku það eru konar strax 11 sveitir þar og það líka gaman að sjá það sko þeir spilarar sem að fara að koma á það mót og halda sína áframinn og breytsátíð
Þetta eru meira að minna sko, þetta eru bara allt nöfn nú af heimsmeistaramótinu. Maður getur bara séð það eru bara allir bestu spilarar í heiminum. Frábært. Að fara að skila sér til Íslands. Spila þarna á þessu ofumóti undan og verða síðan að spila á Bridgehátíð. Svoleiðis að ég bara hvet alla skrá sig og vera með á því móti. Þetta gæti orðið mjög skemmtilegt mót. Spennandi. Þið allir báðir að spila á bæði ofurmótinu og Bridgehátíð, ekki satt? Jú. Já, ég allan að skráður á ofurmóti. Ég var ekki að spyrja það hvort ég myndi spila. Ég skráði á bara sveitum okkar. Já, eru þið í sömu sveit? Já. Grant Thornton. Já, svo kannski spila ég fyrir landslið sennilega í þessu móti. Já. En á Bridgehátíðinni spila ég Grant. Einmitt. Við erum að tala það, þetta ofurmót sem þarna undan. Þú veist, þetta af slíkum styrkleika að sko þetta bara eins og ég segi, þarna eru bara sko Evrópumeistarar og heimsmeistarar og fyrrverandi heimsmeistarar og fyrrverandi Evrópumeistarar, svoleiðis að þetta bara sko eins skemmtilegt svo það getur orðið. Svoleiðis að og þessir aðilar sko, þegar þeir hafa eins og undanfarin ár höfum við verið að sjá þess bestu spilara koma og spila Bridgehátíð líka. Og þeir hafa talað það sko, hvað skemmtilegt að spila á smóti. Þetta bara svona eiginlega uppáhaldsmót margar eins og Bogi Bróðurland sko, hann segir það ítrekkaði með að þetta sé bara skemmtilegast á mót ársins. Og það sko að koma og spila við íslensku spilarana. Þeir eru öllum styrkleikum en þú veist, þeir spila bara svo skemmtilegan bridge og þeir eru bara svo skemmtilegt svona allt í kringum þetta. Og þess vegna verður þetta svona dálítið uník mót. Já, þetta rosa afslappað mót. Já. Þetta spennandi og ég óska ykkur sem spilurum góðs gengis í því sem framöndan í vetur og Magnús gangi þér vel í landsliðinu og óska ykkur góðs gengis við kennsluna og Matthías, þú heldur þessu saman rekstralega og hefur gert vel. Sláum þá botnin í þessa umræðu að sinni. Án og eflaust eftir að kalla ykkur aftur síðar að þessu borði en takk fyrir komuna Gunnar, Björn, Matthías og Magnús. Takk. Ég held ég hafi kallað ykkur Pála. Já, var það ekki alltaf? Hann er bara ánægður með það. Ég veit það ekki. Nei. En takk fyrir komuna og takk fyrir að fylgjast með okkur, kæru hlustendur og áhorfendur. Ef allt gengur upp þá verðum við aftur hér í loftinu með nýjan þátt af sprúðlandi, skemmtilegu og vonandi áhugaverðu briddsefni fyrir ykkur eftir 2 vikur. Verið sæl.